Já, mér var lofað hérna klukkutíma þannig að þið sem eru áhugasum sitið hérna bara fram á kvöld, sýnist mér. En já, ég hef starfað í umhverfi lífeyrissjóða í einhver 12 ár og það kemur upp á og til ef maður hittir starfsmenn eða stjórnir lífeyrissjóða að maður fær á spurninguna hvað er þetta 3,5, hvað þýðir þetta, skiptir þetta máli, hefur þetta reynst vel, er auðvelt að breyta þessu vaxtaviðmiði og ef þetta hefur reynst vel, gera aðra sjóðir þá ekki það sama. En það er ekki einfalt að svara þessu með stuttu máli og ég ætla því að reyna að nota kannski hálftíma í að fjalla einmitt um þetta. Hvernig þetta 3,5 virkar, á hverju prósentan byggir og kannski svona helstu aðferðir sem að stuðst er við erlendis. En samanburður við aðra þjóðir oft erfiður þar sem að lífeyrissjóðir erlendis eru oftast hreinir DB-sjóðir eins og við þekkjum kannski Íslendingar sem B-deild LSR eða hreinir DS-sjóðir sem við þekkjum bara sem séreignarsjóði. En við erum kannski eitthvað staðar mitt á milli sem að gera þennan samanburð kannski svona erfiðan og þarf að hafa í huga þegar við berum okkur sömu við önnur lönd. Svo það bara eru ekki öflugir lífeyrissjóðir í mörgum löndum. Við erum í góðri stöðu, sérstöðu í þessum samanburði eins og Jón Ólafur kom inn á hérna áðan. En ég ætla að byrja því að fjalla vaxtaprósentuna eða vaxtaforsenduna, ég ætla að kalla hana vaxtaforsendu í þessari kynningu eða í þessu erindi. Svo ætla ég að fjalla 3 helstu ólíkar aðferðir við mat á vaxtaforsendu á skuldbindingum eða í mati á skuldbindingum lífeyrissjóða og svo í lokin að fjalla aðrar reglur tryggingafræðilega athugun sem að við búum við og skipta máli í þessu samhengi. Við sjáum hérna vænt útflæði lífeyrissjóðs. Þannig er þetta til rosalega langs tíma. Þetta eru lífeyrisgreiðslur kannski 40, 50, 60, 70 ár fram í tíman, eða 80 ár fram í tíman og þetta greiðsluflæði það helst til skamstíma nokkuð stöðugt. Lífeyrissjóðir og tryggingafélög nýta sér sem heitir í stærðfræðinni lögmál stórra talna til að áætla fjölda tjóna eða fjölda andláta fram í tíman og þegar þú ert með stóra púlíu eins og tryggingafélag eða lífeyrissjóð þá er reynslan oftast nálægt væntingum. En hvað þarf? Já, en svo alltaf óvissa með lífslíkur langt fram í tíman. Við veitum lítið kannski lífslíkur eftir 50, 60, 70 ár. En stóra spurningin hvað þarf lífeyrissjóður að eiga í dag til að eiga fyrir þessum útgreiðslum. Og auðvitað ræðist það af ávöxtun eigna. Og til þess að fá metaskuldbindingarnar, til að núverða þetta greiðsluflæði, þá notum við vænta ávöxtun eigna til að raunin til að koma krónutölu á þetta greiðsluflæði. Og ef við núverðum, hér er ég með gráa ferilinn af þessari mynd og setja hann hérna á þessa mynd, þannig að með 0% vexti það sami ferill, efsti ferillinn. Ef við núverðum þetta greiðsluflæði með 1, 2, 3, 3,5, 4% vöxtum, þá sjáum við hvað vaxtaforsendan hefur gríðarlega mikil áhrif. Græni ferillinn þá eru að núverða með 1% vöxtum og þá lækkar ferillinn þriðjung. Með 2% vexti þá hann búinn að helmingast og með við 3, 3,5 og 4 þá sjáum við það virðist ekki vera mikill munur á þessari mynd en að fara úr 3,5% vöxtum eða vaxtaforsendu í núverðingu þá hækkar eða lækkar skuldbindingin einhver 12-14% með þetta 0,5% til eða frá. Þannig að það hefur gríðarleg áhrif á mat á skuldbindingum þannig að það er óþægilegt að eiga við vaxtaforsenduna. Eins kemur vaxtaforsendan inn í réttindatöflunar sem er réttindaáherslu sjóðfélaga og 3,5 réttindatafla reiknuð fyrir ímyndaðan sjóð. Þið sjáum hvernig hún hliðrast mikið upp á við miðað við 4% vænta ávöxtun eigna og niður við miðað við 3% vænta ávöxtun eigna. Og fyrir 20 sjóðfélaga sem fengi í dag 2.500 kall, ef við horfum á töfluna en að hægra megin, sem fengi 2.500 kall fyrir 10.000 kr. iðgjald, fengið á tæplega 2.000 kall miðað við 3% vænta ávöxtun eða vaxtaforsendu en 3.200 kall fyrir 4% vaxtaforsendu. Þannig að fyrir sjóðfélagann þá hefur þetta áhrif og kemur inn í kerfið og ef við einbeitum okkur að sjóðfélaganum sem eðlilegt í þessu tilviki í gegnum réttindatöfluna, 3,5 kemur þar inn og væntingar sjóðfélagans lífeyrisgreiðslur í framtíðinni
Fyrir lífeyrisþegann þá í gegnum skuldbindingar lífeyrissjóða, það hækka ef að vaxtaforsendunni breytt. Og svo sem geta leitt til breytinga á réttindum sjóðfélaga. Svo í þriðja lagi, fyrirsjáanleiki lífeyris eða áætlanir sjóðfélaga til framtíðar sé vaxtaforsendan kerfisbundið hærri eða lægri en ávöxtun eigna verða aðlaganir á ánum réttindum, hækkanir eða lækkanir tíðar í eina átt. Sem dæmi ef okkar 3,5 væri 2%, þá væri sjóðurinn alltaf að veita lægri réttindi en gæti með ávöxtun í kringum 3,5 hækka réttindi verulega kannski 5 ára fresti og sjóðfélaginn endar þá með á hæstum lífeyri á föstu verðlagi 95 ára. Þannig að það skiptir máli að forsendan sé svona á pari við væntingar. Þannig að val á vaxtaforsendu erfitt. Þetta eru langar skuldbindingar sem gera niðurstöður mjög næmar fyrir vali á vaxtaforsendu. Það ómögulegt að vita ávöxtun eigna til framtíðar og það eru miklar sveiflur í bæði ávöxtun eigna og á markaðsvöxtum. Og þetta hefur verið umtalsefni tryggingastarfræðinga í meira en áratugi, 100 ára jafnvel. Mögulegar heimildir aftur til 1750 þar sem að tryggingastarfræðingar að glíma við þetta viðfangsefni. Fyrsta félag tryggingastarfræðinga í heiminum það verður til stofnað 1848, þannig að þetta ekkert nýtt. Þetta ekki nýr hausverkur að hugsa þetta og umræða og aðferðir einskorast alls ekki í Ísland. Aðferðir við að meta skuldbindingar, þar sé vaxtaforstan, eru ólíkar á milli landa og hafa tekið breytingum innan landa. En val á vaxtaforsendu fer eftir tegund og markmiðum lífeyrissjóðs, tilgangi tryggingafræðilegar athugunar og auðvitað regluverkinu. Og það engin ein leið eða ein aðferð eða 1% almennt talin réttust. Þar ég að halda þeim, það heyrist ekki alveg mér eða? Gamla aðferðin. Nei, þetta verður. Ok. Já, gamla aðferðin, fram til 1990 þá beittu tryggingastarfræðingar sem kalla sig traditional approach. Þá nú þeir bæði eignir og skuldbindingar við mat á tryggingafræðilegri stöðu lífeyrissjóða. Þannig að hér verið endurmeta eigninnar og það alltaf flókið og huglægt að leggja mat á arðgreiðslur hlutabréfa eða arðgreiðslur fyrirtækja þá fyrir hlutabréfaeignina og tala endurkaup hlutabréfa og svo framvegis. En það var talin kostur við þessa aðferð að skammtíma sveiflur á eignamörkuðum hefur lítil áhrif á tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða. En aðferðin reyndi mikið á það sem kallað actuarial judgment, þar segja hún var huglæg og það þurfti að nota brjóstvitið og svona, en menn voru svona sammála það að lokum að það var mikill veikleiki að styðjast ekki við markaðsverð eigna og þessi aðferð var aflögð og í kjölfarið hafa breyttar aðferðir verið formfestar í reglugerðir landa og eru ólíkar á milli landa. Og ég ætla að fjalla svona þrjár helstu aðferðir sem ef það má fjalla þrjár helstu sem eru notaðar þá eftir 1990. Fyrsta sem við þekkjum þá að nota fasta vaxtaforsendu sem byggir á væntri langtíma ávöxtun. Ekki að sveiflast, sem þýðir að skuldbindingar lífeyrissjóða halda stöðugar og sveiflast ekki með markaðsvöxtum. 3,5 raunvaxta viðmiðið var sett fyrst í reglugerð hérlendis 1998 og við þekkjum held ég öll hér inni þessa aðferð bara nokkuð vel. Svo eru tvær, það sem kallað markaðsaðferðir, að það að trakka, fylgjast með vöxtum á markað á hverjum tíma. Þegar vextir eru lágir undan lægri forsendu og þegar vextir eru háir undan hærri forsendu. Fyrri af þessum hinum aðferðum, þar sem ég merki númer 2, að horfa bara á áhættulausa markaðsvexti á hverjum tíma, sem þá lægri vaxtaforsenda en við erum vön að nota, og skuldbindingar þær sveiflast á fullu með markaðsvöxtum. Og upphaflega var þetta sjónarmið fjármálahagfræðinga, mögulega endurskoðendur, þeir blöndust inn umræðan líka sem voru þá vildu ásetningarnar fyrirtækja sem voru ábyrgðaraðilar sumra sjóða að skuldbindingin væri rétt myndi þar inni
En já, svona uppalega var það sjónarmið fjármálahagfræðinga og þeir sögðu sko að vænt ávöxtun eigna og ekki skipta máli. Skuldbinding eða virði skuldbindingar er alltaf óháð eignum og eignasamsetningu og væntri ávöxtun eigna til framtíðar. En þessi aðferð ákvæmst frekar við lífeyrissjóði sem eins og ég sagði áðan DB-sjóðir, ekki eins og við þekkjum hér, sjóðir þar sem má hækka og lækka réttindi. Það var frekar við DB-sjóði þar sem að réttindin eru föst, tryggð og loforð. Og aðferð sem ég merki með 3 er viðbót við þessa aðferð að nota áhættulausu vextina, leggja á áhættuálag, hækka áhættulausu vextina. Við getum hugsað sem í gegnum okkar heim ef við erum að hugsa við 3,5 að áhættulausu vextir séu 2 en við notum 1,5% herra eða 1,5% stigi herra út af því að aðrar eignir munur til lengri tíma skila betri ávöxtun. Þannig að það má hugsa þessa þriðju leið, hina markaðsleiðina sem fljótandi 3,5 sem sveiflast með markaðsvöxtum, verðlagning og áhættu á markaði. Það er það áhættu álagið á hverjum tíma sveiflast og tekur breytingum, hækkar þegar órói á fjármálamörkuðum og lækkar þegar óvissan er minni og óróin minni. Þannig að þessi aðferð þá horfir á markaðsvexti ríkisskuldabréfa sem er þá gólf og áhættu prémía ofan á áhættulausa vexti. Íslenska leiðin sem við höfum notað síðan 98 og rauninni aðeins lengra fyrir tíman 3,5 raunávöxtunar viðmiðið byggir á meðaltali raunávöxtunar vel dreifs eignasafns yfir mjög langt tímabil og þetta byggir á innlendum og þetta ávið innlendar og erlendar eignir og er meðaltali yfir há- og lágvaxtatímabil, eignabólur, kreppur, heimsfaraldra, heimsstyrjaldir, gjaldmiðla, gullfæti, fótaraust, fiat currency, fótaraust fé kallað og svo framvegis. Og við okkar aðferð þá er alltaf gert ráð fyrir 3,5% raunávöxtun til eignandi framtíðar, óháð markaðsaðstæðum hverju sinni. Þetta þýðir að skuldbindingar lífeyrissjóða halda stöðugar, þar sem hvorki breytingar á markaðsvöxtum né breytingar á væntri ávöxtun eigna hafa áhrif á mat skuldbindinga. Ef að árleg raunávöxtun eigna er umfram 3,5 þá styrkist áfallisstaða lífeyrissjóðs og ef að raunávöxtun eigna er undir 3,5 þá veikist áfallisstaða lífeyrissjóðs. En skuldbindingarnar halda stöðugar. Og það er ekki sem mikilvægt að koma inn á það líka að 3,5% raunvaxtaforsendan er ekki og á ekki vera ávöxtunar markmið lífeyrissjóða. Heldur er þetta mat á raunhæfu meðaltali marga áratugi fram í tímann. Og ég tók mig til og ákvaða að reikna ávöxtun. Ég notaði mér gagnasafn Damodaran sem er prófessor við New York háskóla. Ég ákvaða að reikna sögulegt, rúmfræðilegt meðaltal raunávöxtunar, skuldabréfa og hlutabréfa og það er rétt að nota rúmfræðilegt meðaltal en einfalt meðaltal í þessum samanburði. 10% hækkun og 10% lækkun er að meðaltali 0 en eitthvað sem hækkar 100, 110 og lækkar 10% þá er 99 þannig að það er þá rúmfræðilegt meðaltal sem er lægra. Skuldabréfa þannig að efri línan er meðaltal ársávöxtunar að raunvirði, geometrískt eða rúmfræðilegt og svo staðalfrávik. Fyrsti dálkurinn er 10 ára ríkisskuldabréf í Bandaríkjunum. Þetta er vísu bara alltaf 10 ára óverðtryggt ríkisskuldabréf. Það væri hugsanlega aðrar tölur þarna ef þetta væri skuldabréfasafn. Annar dálkur er S&P vísitalan og þriðji dálkur er þá blanda eignasafn 50-50 sem að er íbalansað á hverju ári. Við sjáum fyrir skuldabréfin í raunávöxtunin 1,5%, 1,45% árleg með staðalfrávik 8,8%. Fyrir hlutabréfasafnið S&P 500 er raunávöxtunin 6,8%, mun meiri en náttúrulega flöktið staðalfrávikið mun meira eða 90%. Og þetta er mjög einföld fjármálafræði að fjárfestar fá greitt fyrir að taka áhættu, meira flökt, hærri væntávöxtun. Blandasafn, það komur óvart, staðalfrávikið er ekki nema 11%, þrátt fyrir að ávöxtunin er mun meiri. En þarna þá gefur blandasafni 4,6% raunávöxtun og yfir þetta 198 ára tímabili er verðbólgan 3%.
Þannig að út frá gögnum þá 3,5 raunhæft ávöxtunarviðmið til langs tíma og miðað við 4,2 100 ár aftur í tímann, 4,6 100 ár aftur í tímann, mögulega nokkuð varfærið. 3,5% vaxtaviðmiðið getur vissulega talist hátt viðmið til skemmri tíma þegar að raunvextir eru 0% eða jafnvel neikvæðir eins og þeir voru nú bara fyrir nokkrum árum síðan. En það getur líka vissulega talist lágt viðmið á tímum þegar raunvaxtastig er hátt. En lífeyrissjóðir hafa svigrúm til að auka vægi hlutabréfa þegar að vaxtastig lækkar og öfugt. Eins og kannski almenningur myndi gera, sjóðfélag myndi gera þegar raunvextir eru komin í 0 þá færa þeir sig í meira mæli í áhættusamari eignir í leitað ávöxtun. En þessi aðferð byggir á langtíma hugsun til að minnka líkur á skammtímasveiflum skuldbindinga og skammtímasveiflum á tryggingafræðilegri stöðu og lífeyrisgreiðslum. Þannig að kerfið veitir ákveðin smoothing áhrif. Hér sjáum við ferlana, neðsti ferillinn skuldabréfin, 10 ára óverðtryggt skuldabréf í Bandaríkjunum, miðju ferillinn 50-50 eignasafn, skipting og eignasafni og efsta línan efsti ferillinn S&P 500 vísitalan. Og maður sér þarna eins og verðbólgutímann í Bandaríkjunum 75 til 80 hvað hann rauninni kálaði skuldabréfunum og rauninu hafði áhrif líka á hlutabréfasafnið og hafði mikil neikvæð áhrif á raunávöxtun eigna. Ef við horfum 40 ár aftur tímann á hverju ári, þannig að hér með uppsafnaða raunávöxtun frá 68 til 2025, 40 ára aftur tímann uppsöfnuð árleg raunávöxtun sem má alveg hugsa sem svona tímabil fyrir lífeyrissjóð ef að sjóðfélagið greiðir að meðaltali iðgjald 30 og lifir til 85 ára eða hvað sko. Þetta kannski svona 40 ára að meðaltali fyrir iðgjöldin til ávaxtast. Þá sjáum við að 50-50 eignasafn að það nú svona nokkuð stöðugt í kringum 4% en auðvitað þetta tímabils 75 til 80 sem að raunvextir voru mjög neikvæðir í Bandaríkjunum. Og skuldabréfasafnið þetta bara 10 ára óverðtryggt ríkisskuldabréf og það ekki verðtryggð skuldabréf. Ef skuldabréfasjóðir með verðtryggðum bréfum myndu gefa væntanlega öðruvísi feril og aðrar niðurstöður. Og aðrar rannsóknir gefa áþekka niðurstöður. UBS bankinn með góðan gagnagrunn. Þetta nær lengra fyrir tímann, 126 ár og þetta nánast sömu tölur og ég sýndi áðan. Raunávöxtun hlutabréfa 6,6% og raunávöxtun skuldabréfa 1,6%. Önnur leið ef að þeir sem eru áhugasamir ef ekki 3,5 hvað annað væri í boði og það voru svo tvær leiðir sem ég nefndi áðan. Svo fyrri þessi að styðjast bara við áhættulausa markaðsvexti sem þýðir þá að skuldbindingar lífeyrissjóða sveiflast með breytingum á vaxtastigi og vantilega hækka verulega þar sem að raunvextir á markaði nú yfirleitt lægri en 3,5. Það almennt talað að áhættulausa raunvextir að vera á bilinu 1-2% raunvextir sem þá hægri myndin og í dag sjáum við að þeir 2,6 til 3,3%. Fjármálafræðin segja vaxtarófið, þannig að þetta þá vaxtaróf eða vaxtaferlar óverðtryggðra og verðtryggðra ríkisskuldabréfa. Fjármálafræðin segja að þessir ferlar eiga að vera aðeins upphallandi en þeir alltaf niðurhallandi á Íslandi af því við erum bara bjartsýn þjóð, höldum alltaf verðbólga sé á niðurleið eða sé að minnka. En þá með þessari aðferð þá væru skuldbindingar lífeyrissjóða nú þetta með hægri myndinni sem alltaf myndi hafa mikil áhrif á skuldbindingarnar til hækkunar. Og þessi ferlar sveiflast dag frá degi og tala ekki á milli ára. Þannig að skuldbindingarnar myndu bæði aukast og sveiflast verulega. En þessi aðferð kemur fram svona kannski með síðustu aldamót. Bretland þeir taka þetta upp þar árið 2000 og við þessa aðferð þá skuldbindingar lífeyrissjóða metnar með
lágri breytilegri vaxtaforsendu og þá lagt til grundvallar vaxtaróf, vaxtaferla ríkisskuldabréfa eða ávöxtunarkröfu tryggra eða traustra skuldabréfa. En fjármálahagfræðingar höfðu gagnrýnt áratugina áður að skuldbindingar lífeyrissjóða réðust af væntir ávöxtun eigna og vildu meta þær eins og traust skuldabréf. Árið 2007 fram að því þá höfðu Hollendingar notað 4% fast viðmið og þeir skipti yfir í svona kerfi þannig að 2007 sem þá markaðskrafa á ríkisskuldabréfum. Þeir hafa aðeins breytt þessu síðan. Ég hef ekki fylgst vel með því en þeir leggja þessari föstu vaxtaforsendu þannig að 2007 og fara í rauninni þennan heimi að meta skuldbindingar. Og skuldbindingar lífeyrissjóða sveiflast náttúrulega verulega mikið með breytingum á vaxtastigi og lækkunum vaxtastigs víðast hvar í heiminum 2000 til 2002 við það ruku skuldbindingar lífeyrissjóða á blaði upp reiknuð stærð hækkaði gífurlega en greiðsluflæði framtíðar stóð kannski óbreytt. Og það má segja sko svona eftir á kannski að eignastýringarsjónarmið að þau viku fyrir áhættustýringu á breytilegum skuldbindingum. Þannig að það var kannski fórnað á ávöxtun til þess að búa til kerfi sem að eignahliðin og skuldahliðin hreyfðust saman. En þessi aðferð sprettur upp í umhverfi þar sem að áunnin réttindi sjóðfélaga eru tryggð. Þar sé að DB-sjóðir, þar sem ekki leyfilegt að breyta réttindum háð tryggingafræðilegri stöðu, ólíkt því sem við þekkjum. En DB-sjóðir bregðast við viðvarandi halla á stöðu með hækkun iðgjalda, lækkun réttindaáherslu eða innspýtingu fjármagns ábyrgðaraðila sem er oft kallaður sponsor í svona kerfum. Og þetta er eins og við þekkjum með B-deild LSR sem dæmi. Og þess vegna segi ég að aðferðin og fleiri að aðferðin við mat á skuldbindingu lífeyrissjóða, þessi aðferð á ekki við íslenska lífeyrissjóði þar sem að það má aðlaga réttindi stöðu sjóða hverju sinni. Og það er svona sjónarmið að sko tryggð réttindi eru þau ekki verðmætari en réttindi sem að geta hækkað og lækkað og þar af leiðandi á skuldbindingin að vera hærri. Og það er líka áhvert að fara yfir reynslu Bretana síðan 2000 en fyrir aldamót var breska DB lífeyrissjóðakerfið talið eitt af öflugasta í heiminum. Ávöxtun eigna var mikil, lífeyrisþegar fengu traustan launatengdan lífeyri og staða sjóðanna var almennt sterk. Hún var það sterk að því þetta eru DB-sjóðir, réttindi eru ekki hækkuð, þá fóru þessi sjóðir á það sem þeir kalla contribution holidays. Það er að segja að það var ekki greidd iðgjöld inn í þessa sjóði. En svo á þessum tíma líka það eru ekki skylduaðild í lífeyrissjóði í Bretlandi, en samt sem áður urðu þessir sjóðir mjög eftirsóknarverðir. Það var þetta breyting á breskum reikningsskila stöðlum árið 2000, FRS 17 tekið upp og við það var sjóðunum skylt að meta skuldbindingar miðað við ávöxtunarkröfu traustra skuldabréfa AA skuldabréfa, ekki alveg riskfrí en næstu því og bókfæra hallan á tryggingafræðilegri stöðu sem skuld í ársreikningi launagreiðenda. Þannig að sponsorinn þurfti að setja þessa skuld inn í sín ársreikning. Þetta er svona corporate finance sjónarmið líka. Skuldin í efnahagsreikningi fyrirtækjanna sveiflaðist verulega með markaðsvöxtum og bólgnaði auðvitað út við lækkun vaxta og þótti mjög óþægilegt fyrir fyrirtækin. Í tilraunum sínum til að halda stöðu sjóðanna stöðugri þá losuðu sjóðunir mikið magn hlutabréfa fyrir skuldabréf og vaxtafleiður og við munum nú flest eftir LDI crisis fjárlögin frá Liz Truss 2002 að þá raunir sprungu þessar afleiður í andlitið á sjóðunum. Þá voru sjóðunum bara að verja sig fyrir lækkun vaxta með að kaupa afleiður, svo hækkuðu vextir og þeir töpuðu gríðarlegum fjármunum þessum tíma. Þannig að þessir áhættulausu vextir sem eru þá notaðir við mat á skuldbindingum til að sveiflast verulega dag frá degi, kannski ekki verulega dag frá degi, en verulega yfir tímabil. Sjáum að þessar mynd að þetta eru rauði ferillin eru 10 og 30 ára, þetta eru langtíma vextir í Bretlandi. Við sjáum að vextinir þeir falla nánast eins og steittana frá 2010 til 20 og þeir eru að fara úr kannski 4-5% niður í 0%
og það ætlar að rjúka skuldbindingar lífeyrissjóðanna upp en svo snýst það algjörlega við hérna rétt eftir COVID frá 21 til 24, 5 og 6 og þá styrkir staðan á móti. En þessi nýja aðferð við mat á skuldbindingum lífeyrissjóða átti að auka stöðugleika og gagnast sjóðfélögum en kom niður á ávöxtun eigna. Árið 95 þá áttu þessir DB-sjóðir 85% eigna sinna í hlutabréfum með blúsandi ávöxtun en í dag hlutfallið 15%. DB-sjóðirnir voru eftir svona verðir fyrir launþegann en breytt umhverfi veikti stöðu sjóðanna og flýtti lokunum þeirra. Það voru aðrir þættir sem höfðu áhrif, aukið langlíf og fleira en þessi breyting hjálpaði þeim akkurat ekki neitt. En í dag held ég 600.000 mann sem að greiða í Bretlandi í svona breskan DB-sjóð þar sem með tryggð ævilöng réttindi og tryggðan ævilangan lífeyri og 600.000 talan þá ekki að telja með opinberu sjóðana. En reynir DSC séreignarsjóðir, bara sem við þekkjum sem séreign, hafa tekið við þar sem að sjóðfélaginn ber alla áhættuna, ólíkt DB-sjóðunum þar sem að launagreiðandinn, bakhjarlinn eða sponsorinn bar alla áhættuna og þurfti að bæta við fjármagni ef að vantaði sjóðinn. En það að vísu ný tegund lífeyrissjóða sem við kalla CDC að koma fram núna í Bretlandi, Collective Defined Contribution, þannig að iðgjaldið skilgreint eins og við þekkjum í samtryggingarsjóðunum og kollektív þýðir að það einn eignapottur, samtryggingarpottur og þeir eru býsna líkir okkar samtryggingarsjóðum. Og það þeirra vonum að leysa þennan vanda fyrir neytendur og launþegana en þessi sjóðir eru mjög líkir okkar íslensku samtryggingarsjóðum þar sem að réttindin eru ekki tryggð, þau eru breytanleg og skuldbindingarnar eru metnar með vænta ávöxtun eigna. Einn framkvæmdastjóri sagði nú, ég var hlust á hann var með framsögu eitt í vetur og hann sagði að íslenska kerfið væri nú bara efni í útflutningsvöru og það kannski að koma ljós þarna núna loksins. Hin aðferðin sem ég held að sé allir sammála að þessi aðferð sem ég fór yfir á bara ekki við Ísland og hefur ekki reynst vel en önnur aðferð sem að þá svona notuð alþjóðlega ásamt hinum tveimur það sem kallast dynamic discount rate og hérna getum við kannski hugsað þetta sem 3,5 sem fljótandi. Þegar vextir lækka þá förum við niður í 2 eða 2,5 eða hvað sem þegar vextir eru háir þá hækkar 3,5. Þannig að þetta eru áhættulausir markaðsvextir sem að sveiflast, það að segja síðasta aðferð sem ég fór yfir, pluss áhættuálag. Eignasafnið í heild nær eitthvað umfram áhættulausa vexti og þá þarf að meta þetta áhættuálag. Hvað mun eignasafnið ná til framtíðar umfram áhættulausa vexti? Þetta þýðir að skuldbindingar lífeyrissjóða sveiflast þá með breytingum á vaxtastigi, kurfunni sem ég sýndi áðan, vaxtarófinu og áhættuálaginu sem breytilegt og það getur virkað sveiflu jafnandi. Og auðvitað skiptingu eignasafns og mér finnst það óþægilegt við þessa aðferð að sjóður sem að selur skuldabréf, kaupir hlutabréf, vænt ávöxtun til framtíðar reiknast betri, þá lækkar skuldbindingin. Það getur valdið svona áhættusagni. Þá þarf maður að spyrja sig með þessa aðferð, í staðinn fyrir 3,5 þá ætlum við að meta einhverja aðra prósentu. Þá þurfum við að spyrja okkur hver vænt ávöxtun eigna lífeyrissjóðsins til framtíðar miðað við markaðinn í dag. Og það þá reiknað út frá vaxtarófi ríkisskuldabréfanna, það að segja það sem ég sýndi áðan, síðast aðverð, og áhættuálag metið fyrir aðrar eignir til langs tíma. Hver vænt ávöxtun annarra skuldabréfa umfram áhættulausa vexti, hver vænt ávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa vexti og í fjármálafræðinum heitir þetta equity risk premium. Stundum notað first prósenta, bara gefið sér að hlutabréfin gefi alltaf 4-5% umfram áhættulausa vexti en í reynd þá verðlagning á áhættu á fjármálamarkaði breytileg og þetta equity risk premium, hvað gefa hlutabréfa meðaltali umfram áhættulausa vexti til framtíðar, það dýnamískt. Vaxtafórstan sveiflast þá með markaðsvöxtum og þessu áhættuálagi en yfirleitt talið að áhættuálagið sé óháð vaxtastigi en eykst við óróa á fjármálamörkuðum. Þetta með 2008 þá rauk áhættuálagið upp en vextir í Bandaríkjunum lækkuðu. En vaxtafórstan með þessar aðferð
ræðst af eignasamsetningu lífeyrissjóðs sem getur búið til hvata til aukinnar áhættutöku lífeyrissjóða. Og eins og nefndi áðan í Bretlandi þegar svipuð aðferð eða það sem þetta skiptir máli það er að segja að hærra hlutvall eigna í hlutabréfum í stað skuldabréfa getur lækkað skuldbindingar, þá getur búið til hvata sem að útskýra sig einhverju leyti af hverju þessi sjóður áttu 85% hlutabréfum, 95. Þannig með þessari aðferð þá erum við sömu ferla og áðan. Hér sé nota áhættulausa markaðsvexti en púslum ofan á áhættuálagi sem getur verið 1,5–2%. Þannig að kannski einhverju algjöru meðaltals ástand á Íslandi þá myndum við segja að raunvextirnir eru 1,5 og eignasafnið náði 2%, það er að segja 3,5 til framtíðar. Náði 2% umfram 1,5, það er að segja 3,5 sem meðaltals vaxta viðmið. Ef við útskýrum þetta með einföldu dæmi, þá er vænt ávöxtun til framtíðar með þessar aðferð reikna sem vegi meðaltal af eignum sjóðsins ef að lífeyrissjóður á 30% í ríkisskuldabréfum, 30% í skuldabréfum og 30% í ríkisskuldabréfum, 30% í svona high quality skuldabréfum og 40% í hlutabréfum, þá er reiknað vegi meðaltal hvað safnið heild muni skila og til þess þarf að meta á markaði áhættuálag fyrir þá önnur skuldabréf og hlutabréf og hér er þá að gefa sér að hlutabréfin nái 5% eða 500 punktum umfram 2% áhættulausa vexti. Vegi meðaltali 4,2 og svo er algjörn að draga frá varfærnisfrádrag, kannski 0,5% vegna kostnaðar og bara varfærni. Þessi sjóður er þá gerður upp með við 3,7% ávöxtun eigna og vaxtaforsendur. En allt þetta sveiflukennda stærðir. Fyrsta lagi þá grunnvextinir á markaði sem sveiflast verulega. Þetta eru 10 ára áhættulausi vextir í Bandaríkjunum. Áhættuálagið, þetta er áhættuálag á AAA og BAA skuldabréf, lánshæfis einhver Moody's, það sveiflast verulega. Þannig að það þarf að trakka þetta á hverju einasta ári. Og við sjáum þannig að 2008 rýkur upp sem myndi þá hafa áhrif til að hækkunar á vaxtaforsendunni. Við sjáum aftur í COVID 2020 þá rýkur þetta áhættuálag upp. Og sé enn flóknara, það er að meta vænta ávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa vexti. Áhættulausa vextir á markaði þeir eru til grundvallar en svo þarf að meta áhættuálagið á hin verðbréfin. Sögulega er þetta einfalt, eins og ég sýndi áðan, að skoða hvað hlutabréf hafa gefið umfram áhættulausa vexti. Það er þetta equity risk premium, en það eru nýrri fjármálafræði sem þessi aðferð byggir á sem heitir implied equity risk premium eða fólgið equity risk premium. Hver verður ávöxtun hlutabréfa umfram áhættulausa vexti til langs tíma, horft fram á veginn. Og það mælist hátt að hlutabréf teljast ódýr, til dæmis 79 í olíukrísunni og verðbólgunni og 2008 í bankakrísunni, en lágt eins og í .com 99. Þannig að þetta eru, þessar tölur eru frá, þetta er ekki mínir útreikningar, hann gerir þetta sér Damodaran. Þannig að 99 segir Damodaran til framtíðar, hlutabréfin bara það hátt verðlög að þau gefa bara 2% umfram áhættulausa vexti, en svo 2008 í bankakrísunni þá segir hann, 7% umfram áhættulausa vexti. Þannig að þetta er dýnamískur mælikvarði á verðlagningu á áhættu og áhættufælni fjárfesta á hverjum tíma. Og þetta verður alltaf matskennt. Þannig að þetta fljótandi 3,5 sem er það þessi aðferð, hún tekur mið af markaðsaðstæðum hverju sinni til viðbótar við markaðsvexti ríkisskuldabréfa er umfram ávöxtun annarra eigna metin. Þannig að þetta er matskennt. Það þarf að leggja mat á umfram ávöxtun, mismunandi skuldabréfaflokka, hlutabréfa, þetta equity risk premium, innanlands og erlendis, og það þarf að huga að innlendu og erlendu vaxtastigi, aðrar eignir, sjóðfélagalán, innviðafjárfestingar og fleira, og að útreikningur á equity risk premium til framtíðar, hann byggir líka á nýlegum fjármálafræðum eins og sagði áðan. Og trúverðugt mat er háð þróuðum og skilvirkum fjármálamörkuðum.
sveiflur á vaxtastigi gera skuldbindingar lífeyrissjóða óstöðugar eins og í fyrri aðferð, en áhættu álagið það getur vissulega virkað sveiflujafnandi á stöðu lífeyrissjóðs, til dæmis 2008 þegar S&P vísitalan lækkaði um 35%, en equity risk premium til framtíðar hækkaði úr 4,4% í 6,4%. Sem þýðir þá að skuldbindingar, ef að áhættulausu vextir hefðu haldist óbreyttir, þá hefðu skuldbindingar lífeyrissjóða verið metnar með kannski prósentu hærra. Það að segja equity risk premium eru þá hlutabréfin og þau eru kannski helmingur af eignarsamninu, þannig að prófstæðin hefðu hækkað. Þetta alveg svona flott starfræðilega, en þetta samt, í praxís þá þetta mjög matskennt, og af því að það óþægilegt hvað niðurstöður mats á skuldbindingum háð vaxtaforsendunni, þá óþægilegt að vinna eftir aðferð sem matskennd eða huglæg. Að lokum vil ég fara yfir aðrar íslenskar reglur tryggingafræðilegar athuganir. En reglunar sem við fylgjum og störum eftir eru að vera 30 ára gamlar. Það þá lögin 97 og reglugerðin 98 starfsemi lífeyrissjóða og skylduaðilina, og helstu reglunar eru þá þetta 3,5 reiknireglan, ef svo má segja, og svo þessi plus mínus 5% vikmörk lagana stöðu sjóða, jafnvægi stöðu sjóða, sem svona ákveðin. Ef að 3,5 reikniregla, þá kannski þessi regla svona aðgerðaða regla. Og ég held að allir séu sammála því að þetta séu einfaldar og skynsamar reglur sem hafa reynst vel. Og svona bara mínar hugleiðingar, þá finnst mér þessar reglur hafa svona skilgreint aðeins sjóðuna og þeirra hlutverk, og kannski líka mikilvægt að þessar reglur þær veita sjóðunum hlutverk eða svigrúm til að samræma 3 mikilvæg hlutverk að mínu mati, og þetta ekki neittri sérstakri röð, heldur á sama tíma jafn mikilvæg að ná góðri ávöxtun eigna, það að segja að hærri ávöxtun leiði til hærri lífeyris, stöðugleika í lífeyrisgreiðslum, að sjóðfélagar hafi ákveðin fyrirsjáanleika sín lífeyri, að sé ekki alltaf verið að hækka og lækka lífeyrinn, og í þriðja lagi jafnræði milli kynslóða, ein kynslóð niðurgreiðir ekki lífeyri annarrar kynslóðar. Og mér finnst sjóðin að hafa svigrúm til að finna eitthvað svona besta jafnvægi til að sinna þessum 3 hlutverkum. Kerfið má aldrei vera þannig, að mínu viti, að ofur áhersla á eitt atriði komi niður á öðrum 2 þáttum sem eru líka mikilvægir. Og það hægt að sjá það auðvitað fyrir sér, ef að það lögð ofur áhersla á ávöxtun eigna, þá kemur það niður á stöðugleika lífeyrisgreiðslum og svo framvegis. Það hægt að telja til ótal dæmi það sem maður getur hallað á aðra punkta með að setja of mikla áherslu á einn. En reglunar tryggingafræðilegar athuganir, þær eru 30 ára gamlar og hafa reynst mjög vel og hafa, mínu viti bara brilljant, og voru það líka fyrir 30 árum síðan. Ég held að við heppin að hafa fengið þetta kerfi og mín kynslóð það. En það ekki 2 reglur sem ég vil koma inn á, sem kannski áttu mjög vel við fyrir 30 árum síðan, en kannski eiga ekki eins við akkurat í dag. Svo fyrir 3,5% tryggingafræðilegt endurmat skuldabréfa. En almennt viðhorf í dag að rétt sé að styðjast við markaðsverð eigna í tryggingafræðilegri athugun. Endurmatsreglunni henni var komið á þegar að skuldabréf lífeyrissjóðanna voru einsleitt verðtryggð, og ávöxtunarkrafa verðtryggðra ríkisskuldabréfa var vel yfir 3,5%. Þannig að það var sett inn í reglugerð á sínum tíma til að bókfæra áhættulausan hagnað ríkisskuldabréfa umfram 3,5 út líftíma þessara skuldabréfa. En fleiri og flóknari tegundir skuldabréfa í dag gera endurmatsaðferðina úrelta, og í rauninni eins og sýndi í byrjun, þá erfitt að sjá fyrir sér að skuldabréfin ein eigi að standa undir 3,5% af raun ávöxtunar viðmiðinu. Það einhver balans, einhver portfólía sem þá byggir á bæði skuldabréfum og hlutabréfum. Ég ekki að leggja til að kasta þessum reglum út og akkurat núna, en þetta eitthvað held ég fyrir okkur til þess sem störfum í kerfinu til að hugsa. Því að þetta áttu vel við fyrir 30 ára síðan.
Hin reglan sem að ég vil minnast á eru sjálfvirkar mánaðarlegar verðbætur á lífeyrisgreiðslur. Í dag veikja sjálfvirkar verðbætur stöðu lífeyrissjóða hraðar en fyrir 30 árum síðan. Af hverju? Jú, hlutfall verðtryggðra eigna lífeyrissjóðanna hefur lækkað síðan fyrir 30 árum síðan. Það er einfaldlega bara færri verðtryggðar eignir í boði á fjármálamarkaði, en tímabili mikillar verðbólgu, eins og við sáum á myndinni áðan, valda oft lágri eða neikvæðri raunávöxtun eigna, og mögulega er betri útfærsla á verðtryggingu réttinda að veita uppsafnaðar verðbætur á 6 eða 12 mánaða fresti gefi tryggingafræðileg staða tilefni til. Við sjáum núna, síðustu mánuði kannski, er nokkrir sjóðir kannski með áfallna stöðu vel neikvæða, en það er verið að hækka lífeyrisgreiðslur að nafnverði kannski 1% á mánuði. Og þar af leiðandi staða sjóðanna veikjast og mögulega færast nær eða yfir þessi 10% mörk. Það er svona myndi, eitthvað svona hugsanlega, eitthvað svona breyting, að bíða í nokkra mánuði áður en verðbæturnar komi inn, háð stöðu. Svona myndi svona bæta aðstöðu lífeyrissjóða mögulega til að bregðast fyrr við neikvæðri áfallinu stöðu og draga því verulega úr líkum og stórum og sársaukafyllum skerðingum lífeyris í framtíðinni. Þetta var síðasta glæðan.